Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, það eru reynsluboltarnir í kvöld, alltaf á miðvikudagskvöldum. Og gestir mínir núna eru Karl Garðarsson, fyrrverandi þingmaður og fréttastjóri, og þá er það Helga Þórodóttir borgarfulltrúi og Guðbrandur Sigurður Ágústsson, hvað viltu, forstöðumaður? Já, forstöðumaður og káringur. Já, káringur. Já, við komum að hafa það með. Já, þannig að þú fer ekkert með veggjum út af gengi káir. Nei, við erum búin að vera til í 3 ára aldri, við erum stofnar á 19. öldinni, lifðum 20. og erum konur með 25% af þeirri 21. og alltaf flottastir. Já, það er ít að samfæra mig, ég veit þetta allt saman. Já, en hérna, fyrir fáum dögum, eða ekki, í þessari viku, þá var þjóðháttadagur Úkraínu. Og Karl, þú þekkir vel til þar. Já. Þú, konaðinn er frá Úkraínu og þú ert þar stundum. Já. Og er hægt að fagna undir þessu kringustæðum, heldur að það hefur verið bara eitthvað lágstemmd? Já, þetta er ekki, þessi dagur er svona núna frá því stríði byrjaði, hann er haldið svolítið öðruvísi. Þetta er nú aðalega svona minningadagur í dag gagnvart þeim sem hafa fallið í stríðinu, þannig að það eru veittar orður og annað slíkt til ættingja og þeirra sem hafa líka eru eftir og hafa staðið sig í stríðinu og að fá svona orður og vera að heyra þá á þessum tímapunkti en annars er ekkert sem hún sérð svona, það er enga skrúðgöngur í tilefni dagsins eða neitt slíkt eins og við þekkjum. Þetta er gjör ólíkt þannig að það er ekki til. Já. En andinn í fólkinu sem býr þarna er ekki að þyngja, þetta er svo langdregið og... Jó, hann er að þyngjast í leiti það er meiri þreyta í fólki. Já. Fólk það er náttúrulega, þú ert með loftvarnaflautur allan daginn og allan nætur, þetta er svona, kannski, ef þú býr í Kíf, þá getur þetta verið svona 6-7 sinnum á sólarhring, sem var svona flautu fara á stað. Og þannig auðvitað fólk náttúrulega með tímanu þá hættir það að hlusta á þetta svolítið, og eins og skrítið það er, þá bara þú venst öllu. Og það sem dæmi til dæmis að ef fólk er á veitingahúsum eins og er nú mikið þarna og annar staðar í heiminum með sumartíman þar sem fólk er úti þá stendur það ekki upp og hættir að borða og fer í skjól þegar loftarnaflautur byrjar það bara að klára matinn sinn og heldur orð með sitt líf En að vísu er það náttúrulega með lítil börn þá er náttúrulega fólk varkarfara og fer frekar í var Já, hugsaði daginn, það var svona lágskíðaveður, ég var úti með hundi minn og ég heyrði þann svona þvota sem er að koma frá Reykjavíkurflugvelli og þá hugsað við lítum svo upp til gáhundi sjáum hana en annars það er heiminn við það hafa fólk bara hrætt þegar heyrir svona hljóð. Þetta getur þess að þessu verið ykkur árás eða eitthvað, en við hér, hvað er erfitt fyrir okkur að setja okkur inn í þetta ástand sem ríkir í þessum löndum. Við erum svo góðu vön. Það er alveg óskiljanlegt. Það er alveg bara, og svo sjá sjá afleiðingarnar af þessu og bara nýjastu myndbönd bara eins og þegar fréttamenni voru skotnir þetta bara alveg og bara allt í rúst og bara, og hvernig þetta stríð bæði í Úkraínu og bara ráðist á almenna borgara og Palestínu. Þetta er á Gaza. Þetta er bara algjör hryllingur. Og maður skilur eiginlega ekki hvað. Alþjóðasamfélagið er bara hvað þetta gengur hægt að einhvern veginn að bregðast við. Já, það vantar nú mest upp á hjá Ísraelar. Rússar hafa orðið fyrir ýmsum takmörkunum. Jú, það er rétt. En Ísraelar ekki. Nei, það er til dæmis sem við tölum það er náttúrulega alveg með ólíkindum að horfa upp á það að Ísraelar með stuðningi náttúrulega Bandaríkjamanna og sjálfsagt einhver annarra þjóða og það er einhver þjóði sem selja endalaus vopn til þeirra til þess að drepa Palestínumennina. Það sem ég finnst nú vera alvarlegast í þessu, við getum svo sem ekki skipt okkur af Ísraelum hverju stjórnar eða hvað er gert. En það er með ólíkindum að bara friðelskandi þjóðir eins og okkur að horfa upp á það að Ísrael séu keppandi í Eurovision, þeir eru keppandi í Evrópu, fótbolta, körfubolta. Við erum að fara að spila við á landsleik. Þarna finnst mér alþjóðasamfélagi bregðast. Auðvitað eiga þeir ekki að fá að gera þetta miðað við hvernig þeir hegða sér. Því þeir eru að drepa heila þjóð og það er ekkert að rífast það. Það er yfirlýst markmið. Já, það er bara þannig. Og þetta finnst mér mjög erfitt
erfitt að horfa upp á að þetta gerist fyrir fram að nefið á okkur og algjörlega óskiljanlegt. Algjörlega, en þetta sko, svo þetta svo miskunnarlist eitthvað, sko. Náttúrulega Vladimir Putin, hann bara kaldur fyrir þessu og Netanyahu í Ísrael og hann með bara ábygging, sko, Trump með bara ábyggingur hjá honum í þessu, hann bara raunlega óbeitt þáttakandi. Já, náttúrulega þú horfir á Ísrael, þá náttúrulega líka einn ástæðan fyrir þessu hjá Trump náttúrulega svo að Ísraelsmenn eru og gyðingar eru gríðarlega valdamiklir í Bandaríkjunum og eru þar í lykilstöðum í stjórnkerfinu og annars staðar og hafa mikið sko stjórnun að segja þessi stjórnun með þessi í Bandaríkjunum. Þannig að það er mikið undir hjá Trump að bakka upp gyðinga. Það bara þannig og varðandi Putin þá sko náttúrulega hefur hann náttúrulega verið einangraður fyrir utan náttúrulega ákveðna þjóðir sem hafa svona fylgst sér á bak við hann eins og Norður-Kórea og Hvíta-Rússland. Íran líka. Já, Íran líka og þannig að og svo náttúrulega fleiri þjóðir líka í Suður-Ameríku nokkrar og svo framvegis. En sko Putin sko hefur það að hann getur haldið áfram stríði mjög lengi. Og hann hefur alltaf farið í þetta stríð með því hugafari að hann muni hafa meira úthald heldur en andstæðingurinn. Meira úthald heldur en Bandaríkin og miklu meira úthald heldur en Evrópu þjóðir hafa. Og það svolítið að koma á daginn núna í þessu stríði. Að sko hann matstöðuna rétt hvað það snertir. Það var mæta náttúrulega kolrátt hvað myndi ná miklum yfirráðum yfir Úkraínu á skömmum tíma sko. En við skulum ekki gleyma því heldur og að sko það er mikið í fjölmiðlum núna að Rússar sé að vinna þetta stríð. Við sjáum þetta í fjölmiðlum hérlendis, erlendis út allt. Ef við horfum eins og á staðreyndir málsins þá hafa Rússar ekki náð nema kannski örfáum prósentum frá 2022 frá því að þetta stríð byrjaði, þetta seinna stríð sem kallað. Þannig að þeir eru búin að ná örfáum prósentum og þeir eru að koma daglega í fjölmiðlum hér að þeir sé að ná þessum stað og þessum stað og nefnd einhverju staðir. Þá þetta í svona 95% tilvika þetta bara smáþorp. Við erum talað sko þorp sem eru með kannski 500 manns, 700 manns, 1000 manns. Og þeir segja að þeir eru nú hérna að ná miklum svæðum undir sig. Þá þetta svæði sem eru bara eiginlega sko, þetta er engi. Það flatlendi þannig að þessum þeir eru, sérstaklega austurhluta Úkraínu og þeir komast áfram ef þeir ná ákveðnum stað eins og ákveðnum þorpi, þá geta þeir farið kannski nokkra kílómetrar áfram vegna það er ekki þar nema bara engi og það er enginn að verja slík svæði sko. Þannig hefur þetta virkað en þeir eru ekki búin að ná undir sig gríðarlega litlu ef við horfum til þess að þeir eru búin að missa sko rúma 1 milljón manns í þessu stríði. Þetta hryllingur. Úkraína eitthvað minna það? Já sko, við vitum ekki nákvæmlega tölur sko. Þetta eru tölur sem Úkraínumenn að segja að Rússar hafi fallið og særst. Vísu hafa vestrænar sko, aðilar sem er að fylgjast með stiginu staðfest þessar tölur sem nokkur nær í lagi. Sjálfir segjast Úkraínumenn hafa að það séu 3 Rússar á móti einum Úkraínumanni sem að falla. Ég veit ekkert hvort það er rétt. Það veit að enginn sko. En samt er það mjög mikið sko. Það er mikið, það er bara þriðjungur það er náttúrulega maður bara verður svolítið glaður að heyra Karl tala um þetta því að það er svolítið umræðan að Rússarnir séu svolítið að vinna þetta og gera eitthvað að viti en mér hefur ekki fundist það og það er bara gott að heyra þetta því að það má bara ekki gerast ekki neinum kringumstæðum að Rússarnir ná einhverjum árangri í Úkraínu bara upp á Evrópu, bara upp á framtíð það má ekki gerast og þess vegna er þetta svolítið vont að hérna staða sé þannig að það sé maður út í Bandaríkjunum sem þykist alltaf að koma á friði en sá friður byggist bara á því að þetta sé eitthvað business að hann fái helst sjálfur eitthvað smá eitthvað og svo Bandaríkin hitt og Evrópa og borga og Úkraínumenn og eitthvað þetta er rosalega skrítin nálgun
fyrir okkur sem erum orðin eldri en 20 ára að friðurinn byggist á því að Bandaríkjamenn græði á friðinum sko peninga og þetta finnst mér svo vond þetta er nýjung í heimsmálunum finnst mér, kannski hefur alltaf verið en fyrir mér er þetta svolítið nýjung. Hann er svo ódreiknarlegur reyndar að fórseti Bandaríkjanna, hann er til alls vís sko. Nema að hann muni fara gegn Pútín, það er eiginlega held ég alveg vonlaust og ef þú fer í lesta sem hann er að gera og hefur verið að segja þá þarf hann ansi mikið til, miklu meira til heldur en er í gangi núna til þess að hann fari að gera eitthvað mjög róttækt á móti Pútín, þó hann sé hóta því. Ennþá. En svo segir hann, ég er að tala hann í síman og hann er bara glaður, svo kemur hann bara á sömu stundu bara. En fólk hafði, mér fannst mjög athyglisvert, það var viðtal við fólk íbúa í Rússlandi, þau voru að hittast þannig í Alaska og mér fannst að heyra á fólkinu að það hafði væntingar, vonaðist, það var greinlegt að Rússar eru orðnir leiðir á þessu stríði, almenningur. Ég upplifði það að tala við þó nokkuð marga en svo er þetta eitthvað að verða erfiðar núna fyrst manni. En þetta kemur ekkert rosalega mikið við sko hinn almenna Rússa sem býr í stórborgum í Rússlandi, alls ekki nema að verðbólga hefur rokið upp sko og það er erfiðar að lifa þess en Rússar mjög vanir því, þeir hafa gengið í gegnum aldirnar það sem hefur endalaust stríða sem hefur svona hert að þeim sko almenningi og þetta er bara hluta þeirra lífi. Þannig ef eins og vesturveldin hafi verið að segja nú erum við að koma með meiri svona ætlum við að setja þetta á það og þetta á það og það get ekki gert þetta og get ekki gert hitt þá bara segir allt í lagi þá bara herðum við sultarólana aðeins meira þetta er allt í lagi, við erum búin að gera þetta hérna í margar aldri í svo veldi og með þess að menn skiljið ekki þessa sko hugsun á Vesturlöndum hvernig hugsunin er þarna hjá almenningi þess vegna er fólk sko ekkert endilega móti Pútín og þar fyrir utan þá er Pútín þar snjall að hann er ekki að ná í sína hermenn inn í stórborginnar það er ekki almenningur svona ungt fólk í Moskvu eða Pétursborg sem er að fara í herinn nei það er fólk sem er í öllum þessum þúsundi þorpa allt landið það er fátækt fólk sem er ofta atvinnulaust það er alveg þokkaleg laun í rússneska hernum ef þú ferði á víglínuna og það er þetta fólk sem er að fara í herinn alls ekki þeir sem eru brottborgarar í þessum stóru borgum sko. Herðu, getur svo sem talað þetta út í það óendanlega en þetta er hérna ég ætla aðeins að víkja hérna heim og það var skoðanakönnun núna stöðin í borginni og þú ert nú í þessum 5 flokka meirihluta. Já, var þar. En þarna var sjálfstæðisflokkurinn bara að bæta mikið við sig á kosta Samfylkingarinnar aðalega. Já, ég veit ekki hvort þið hafið tekið eftir því að Morgunblaðið, málgagn Sjálfstæðisflokksins, er mjög duglegt að gagnrýna okkur. Og ég verð að segja, ég fæ mörg símtöl frá Morgunblaðinu eða MBL og ekki alltaf rétt sem ég haldi fram en hvað er það þetta verður bara komið í ljós það er allavega leiðilegt til og með hvað sósíalistar hafa mist mikið fylgi því að mér finnst og bara ég verða að segja eftir að hafa unnið í þessa mánuði með síðan í febrúar með þessum meirihluta að okkur finnst ganga mjög vel. Vissulega allir komið með nýjar áherslur, bæði við í flokki fólksins, eins og með húsnæðismálin og ýmislegt fleira sem við vildum og það var bara tekið vel í það og við vinnum mjög vel saman, mjög þétt, hittumst reglulega og okkur finnst ganga vel. Við leggjum aðalega áherslu á að þjóna íbúunum og ýmislegt sem við settum á oddinn og ég náttúrulega formaður skóla- og frístundaráðs þannig að menntun og það er aldrei mikið að gera þar þannig að það er mjög mikið að gera og velferð barna er mjög hugleikin þannig að eins og ég segi, mér finnst því ég var nú að tala fall bara mesta falli er hjá sósíalistum og ég verð að segja ég bara dáist að verkum þeirra sem er að vinna þar með mér
Sanna mjög heil í sinni bara á dögunum fengið að heyra það að hún væri ekki sósíalisti en það hefur ekkert breyst í hennar fari og ég er búin að starfa með henni alveg næstum 4 ár og hún minnir okkur stöðugt á hvernig gangi með auka félagsbústaði og ég reyndar alveg, við erum alveg þar Þú sagði við síman að þú svona, þér finnst hún afskaplega dugleg og heil Já, bara virkilega dugleg og heil og mér finnst leiðilegt hvernig hefur verið vegið af henni jafnvel að hún að hætta í flokknum og ýmislegt sem að svona ég hef lesið á ýmsum stöðum og mér finnst það mjög leiðilegt því að Sanna alveg bara alveg hörkudugleg og fylgin sér Það svo spenna hvað hún gerir sko, því að hún hefur kjörfylgi og var að spenna hvað hún gerir, hvort hún fari aftur fyrir sósíaldemókratíu eða verði eitthvað vinstra bandalag eða eitthvað. En þú nú hérna, hún skóla- og frístundasvið, þú fyrir skólastjóri? Já. Jú. Kennar og skólastjóri og að reka fjölskylduheimili fyrir Barnavernd Reykjavíkur, þannig að ég lifa hræðist í þessu. Já. Skólamálin náttúrulega alltaf stór mál í sveitafélögum og bara gríðarlega mikilvæg og ég hef ekkert svo sem fundið það að sé það að meirihluti var eitthvað að standa sig illa í því, alls ekki eina sem, það alltaf einhverja reglulega fréttir af einhverju myglu í einhverjum skólahúsnæði en þessi myglu mjög sérstök á Íslandi, hún kemur bara upp í skólahúsnæði, hvergi annar stað. Opinberum byggingum? Já, hvergi annar stað. Þeir sem að byggja við vandi sér minna, þetta er mjög sérstakt. Leikskólum líka. Já, ég segi, leikskólar og skólar. Það alveg dauðadæmt þarna í Adam og Evu. Já. En varðandi, þessi skoðanakönnun, ég held að allir geti bara verið þokkalega ánægðir nema kannski Framsóknarflokkurinn ég held að þeir geti nú ekki verið mjög ánægðir en svo þetta alltaf þannig og nú til dæmis frá síðustu borgarstjórnarkosningum eins og við tölum til Samfylkinguna ég er nú mikill jafnaðarmaður þá náttúrulega var Davíð B. Eggertsson leiðtogi hópsins svo fer hann og það hefur nú svo sem ekkert búið að krýna nýjan leiðtogi borginni næsti sem var eftir tók við og ég ætla vonandi ber Samfylkingin gæfu til þess að borgarfulltrúarnir fari ekki að velja hver tekur við og hvernig þetta verður og koma ég held að það er alltaf svo mikilvægt í öllum flokkum alveg sama hvar þeir eru að það verði ákveðin endurnýjun mjög mikilvægt og maður á ekki að henda öllu og eitthvað en síðan það þannig að þegar flokkandi stillu upp þá hægt að fara að taka svolítið mark á þessu hvað gerist því að uppstilling á lista á Íslandi það það sem skiptir máli alltaf við vitum alveg hvað flokkar standa fyrir síðan það hvaða fólk á að fara að framkvæma stefnuna og gera hlutina ef það trúverðugt þá ná flokkarnir árangri ef það ekki trúverðugt þá ná menn ekki árangri Já, það alveg mikið til því. En þetta svona, þú sást að þingi fyrir Framsóknarflokkinn og gengi Framsóknarflokksins í Reykjavík í borgarstjórninni alveg ótrúlegt að það magalending. Já, mér finnst það ekkert ótrúlegt með við það að sko þegar að flokkurinn ákveður að ganga á meirihluta og borgarstjóri hættir sem borgarstjóri og fer bara í minnihluta þá það voðinn vís vegna þess að hvernig óskopunum áttu þá að bara ná þinni rödd inn í umræðuna. Það bara mjög erfitt þegar flokkurinn í sko því sjálfstæðisflokkurinn mun stærri og það frekar að koma sínu á framfæri svona í fjölmiðlum og Framsóknarflokkurinn það var alveg augljóst þegar Einar hættir sem borgarstjóri þá spyrir maður sig, en hvað ætlar það að gera, hvernig ætlar hann að koma sínum málum á framfæri sem hann taldi að hann hafi ekki komið á framfæri þegar meðan hann var borgarstjóri. Og þetta vantar svolítið í hjá þeim núna, það að þeir sko séu nógu svona bara ákveðnir í því að koma sínum málum á framfæri. En hins vegar sko þegar þú kemur að því sko skoðanakönnunum eins og þessu umræði byrjaði á, þá náttúrulega
er að vera skamt til kosninga og það er kannanir sem við erum að sjá í dag er ekki það sem mun gerast í lokinu, við vitum það ekki. Að það verða mikla hreyfingar fram og tilbaka bara af ýmsum ástæðum. Þannig að hins vegar sko, ef við horfum á meirihluta núna og það sem er að pirra fólk held ég, er það náttúrulega fyrst og það nokkur mál sem er nokkuð augljós eins og til dæmis samgöngumálin. Og það er þétting byggðar og síðan er það reyndar skólamáli líka. Ég nú reyndar ekki, ég bý í Kópavogi en ekki í Reykjavík. En það er svo margt í skólamáli sem maður er pirraður þetta. Ég er nú svo heppinn að eiga barn í grunnskóla. Þannig ég aðeins fann að kynnast þessu aftur, hvernig það virkar. Og það er svo margt sem ég bara sko, ég skil ekki sko. Ekki það að kenna þessu slæki, þeir eru fínir. En það er bara hvernig kerfið er og hvernig þetta er uppbyggt. Og það er það sem er vandamál í þessu. Ég held að sé svolítið pirringur í fólki út af svona stórum málum sem er erfitt fyrir þessa flokka að réttlæta þegar kemur að kosningum. Ég held að það hafi keyrt mjög stíft á þessum málum, samgöngumálum, borgarlínunni og öllu þessu. Þetta verða málmálana í kosningunum og það verður mjög forhund að sjá hvernig meirihlutinn ætlar að verja það sem er í gangi þar sko. Mér langar að bregðast mjög mikið við þessu. Þannig að fyrsta lagi þá var Einar kominn niður í lægri tölu þegar hann var borgarstjóri. Og þar held ég svolítið að það sem hann studdi borgarlínu og allt þetta kerfi sem er núna og þéttingu byggðar og allt þetta sem þú ert búin að vera að tala og annað að það sem ég vil bara aðeins hans stöðu, ég skil vel að það er erfiðara núna. Þú ert ekki að verja en það sem mér langar að segja, því við erum að tala um þessu skoðanakönnun, þá var þetta staðan fyrir meirihlutaskiptin. En varðandi þessi málefni að þá vil ég bara segja það, samgöngumálin, það var eitt sem við í Flokki fólksins lögum ríka áherslu á fór inn í samgöngusáttmálann að allir þessir hlutir og líka skólamálin eru mér mjög hugleikir. Varðandi þá var aukafjárfesting í snjallvæðingu ljósa, að fjölga strætó, að efla strætó sem að gerist núna hér í ágúst, annað með bílastæðamálin að það lagði við áherslu á að rýmka bílastæðareglurna við nýtt húsnæði. Við fórum vel í gegnum öll þessi mál og ég veit að Heiða getur tekið undir það og meira þess að vitnað í mig að Helga sagði við getum ekki vera að fækka bílastæðum eða gera með að við erum ekki búin að efla almenningssamgöngur. Við þurfum að vera skynsum. Eins erum við að draga úr þessari miklu þéttingu sem að Einar til dæmis stóð fyrir í Grafarvogi. En það sem ég ætlaði að segja, það sem ég held að hafi kannski svolítið haft áhrif á Framsóknarflokkin er að þau koma inn í mjög sterkan meirihluta sem er búin að vera lengi og sterkan borgarstjóri sem er búin að vera mjög lengi og kannski og auðvitað finnum með það. Við vorum að setja margt á oddinn. Ég til og með sagði við verðum að brjóta land hérna í Úlfarsárdal og gera öðruvísi. Við byggja óhagnaðardrifið, byggja meira fyrir unga fólki. Við getum ekki haldið áfram að byggja hér rándýrar íbúðir á þéttingareitum. En auðvitað tekur þetta allt tíma, alveg eins og í skólamálum. Ég er búin að starfa sem kennari síðan 1981, þannig að ég hef alveg fylgst með hvernig þróun hefur verið. Mikið hefur verið gagnrýni á eins og samræmdu prófin og það var ósammála því, það var tekið af í tíð menntamálaráðherra Framsóknar. Hvað erum við að fást við? Í sambandi við leikskólamálin, okkur vantar leikskólakennara. Það var í tíð menntamálaráðherra Lilju sem var gefið út 1 leyfisbréf og þetta er að valda því að við erum ekki þegar fóru allir í grunnskóluna. Núna er verið að gera samræmt námsmat sem að allir skóla munu taka í Reykjavík það byrjar í 3 árgöngum
og jafnvel í fleiri svo árgöngum sem að þetta gríðarlega mikilvægt. Það var hræðilegt að samræmd próf væri tekin af án þess að nokkuð tæki við. Þannig að við erum að reyna að leiða þetta mistök annara. En vissulega, mér finnst hlutinni ganga hægt, en við erum alveg að fulla að vinna. Já, aðeins kom inn á þetta hérna sem Karl var að segja, þetta með umferðina og þéttingu byggðar og eitthvað svona. Og auðvitað vitum við það sem svona aðeins fylgist með að þetta eru hlutir sem Morgunblaðið, sem bara blað Sjálfstæðisflokksins er búin að keyra á einhvern einasta dag, ég veit ekki hvað mörg ár. Þess vegna var það alveg hrikalega fyndið því ég keyrði þetta niður Bolholt. Þá keyrði ég frá hjá Valhöll. Það sést ekki Valhöll fyrir blokkum í þéttingu byggðar. Alltaf þessi flokkur svo fara að segja okkur það ekki að þétta byggð. Hvað fenguð þið fyrir það að þétta byggðina? Er þetta trúverðugt? Nei, nú sá ég í fjölmiðlum í dag að þá fara að flytja flokkin úr Valhöll. Sjálfsagt, já, það er einhver umræður, það er einhver nefnd eitthvað. Sko, menn verða að vera trúverðugir. Ég hef aldrei getað skilið það mikið þétta byggð á höfuðborgarsvæði. Þeir sem... Já, það er ekki að segja það. Nei, býttu Karl. Það er hvernig það er gert. Já, það getur verið. Það er ég að koma inn á líka. Og auðvitað er það þannig þá ekki að þétta byggð alls staðar og við verðum að finna einhvern flöt, við verðum að þétta byggð. Og svo ég aldrei getað skilið það að menn sé eitthvað að býstast yfir því að það tvisvar á dag taki lengri tíma að keyra Reykjavík. Farið upp á Höfða, farið hérna niður á hérna brautina og sjáuð allar bæina hérna fyrir sunnan okkur, Selfosssvæðið, Akranesssvæðið, þetta keyrir inn í Reykjavík og fyllir hér göturnar. Og það er bara þannig, þegar þú býrð í höfuðborg, þegar þú býrð í borg. Ég hef átt börn, þurft að fara með þau úr Vesturbænum, upp í Ármúla og hvert sem ég þarf að fara, bara 2 á dag, þá tekur þetta lengri tíma. Ég bara sætti mig við það. Ef umferðin eykst Sigurjón 5% ári, ætla að stækka götundan 5% ári, hvar endar það? Við verðum að bregðast við á einhvern hátt. Það er þetta sko að ég hjóla svolítið og til dæmis það er mjög gott hérna að hjóla hérna byggðunum finna sunnan frá bæði Kópavoginu og til Reykjavíkur, það er mjög gott. Það verið gert vel. Við erum að virkilega vera að bæta þar úr, en mér langar svo að segja, ég tek undir hérna með þetta með þéttingu byggðar. Auðvitað þurfum við að þétta byggð, en það þarf líka að vera með skynsemi í huga. Og málið er, talandi Sjálfstæðisflokkinn, og málið er að það bara hefur verið svo mikil græðgi í kringum þessa þéttingu. Og bara eitt sem að við leggjum gríðarlega áherslu á og bara var sett inn í sáttmála hjá okkur að þeir verða að skila lóðum og þeir verður að gera meiri kröfu birtu og þéttleika, en þeir eru alltaf til að græða meira, þá eru þeir að færa mörkin, byggja meira, þannig að þetta ætlum við að fylgja betur eftir og það hefur við gert, við höfum komið á mjög miklu skipulagsbreytingu í umhverfis- og skipulagsráði, einmitt til að mistök gerist ekki svona eins og græna skrímslið, þar sem að bara græðgin verður of mikið, eins bara félag, bara dæmi, eldri borgara sem færðu lóðina, húsið eitthvað lengra og svo var stígur, var að komið alveg upp í stíg sem var neyðarstígur. Þið muni kannski eftir því. Það var til og meins bara, þeir færðu og kannski eftirliti ekki nógu gott og oft gerist það þeir eru að byggja meira, þannig að það þarf bara reynilega að fara að setja betri reglur eins og talandi það að þá settumst við bara niður, reynum að leysa þetta, hlustum á íbúa og það gerðum við. Þannig að, þú veist, og við leggjum gríðarlega áherslu að fara að tala við íbúa hvað er vandamálið og auðvitað kemur ekki allt til okkar og ef allir lesa Morgunblaðið það gera það ekki allir nei, að þá bara ég held að þessu að ofmeta vald Morgunblaðsins sko ég hafði þetta áður fyrir með að þetta er búið þetta er ekki búið en þetta er sko þessi kraftur er ekki lengur. En ég held að það sé svolítið seina þessu samt sko. Skaðinn er skeður á svo mörgum stöðum. Lítið á Vogahverfi sín dæmi. Ég bara keyri ekki inn í Vogahverfi.
Já, það hvergi að fá bílastæði í þessu hverfi, það er ekki hægt. Nýja hverfið. Það er svolítið sérstakt, já. Það er bara allt og það vantar algjörlega bílastæðin og því miður það þarf sem fólk að mæti í bílum, kannski það getur verið fatlar þess vegna, eða bara eldri borgari sem á að ganga. Gufunesi líka dæmi með það. Já, og reyndar að það sem ég bý í Kópavogi þá er sama vandamáli svolítið komið þar í Smárahverfinu, búið að byggja mjög þétt þar líka. Það er ekki bara bundið við Reykjavík, en sko þetta er ekki góð þróun. Þetta er alls ekki góð þróun. Og ég held að flestir geti verið sammála því, sko. Það er sko, því að það verður að vera einhver rými fyrir sko, þó að við margir sem á móti bílum, þá verður samt að vera hægt að koma bílum fyrir með einhverju móti. Það þarf að finna einhvern jafnvægi þarna í þessu. Það má ekki vera bara alls ekki bílar eða bara bílar. Það þarf að finna bara einhvern svona gott jafnvægi í þessu. Og við hefum kannski ekki fundið það. Við hefum fylgst með, höfum ekkert val með það. Við hefum fylgst hérna í fréttatímar, sérstaklega sjónvarpsstöðvanna, hafa verið með þetta ömurlega mál, Þorlákshafnarmálið. Stundu kallar Gufunesmálið. Það byrjar í Þorlákshöfn. Einmitt. Þetta er svo grimdarlegt bara að slæðir óhuga á mann að fylgjast með þessu, hvernig þeir hafa leikið þennan mann. Já, þetta er náttúrulega alveg rosalegt og þetta er að gerast í samfélagi okkar hérna bara við hliðina á okkur og í næsta hverfi og í næsta þorpi og allt þetta. Þetta er náttúrulega alveg svakalegt og hérna maður bara fyllist algjörum óhug en svo segja menn og benda á þetta sé einhver, sko, hvað við segja, þetta sé nútíminn, svona sé þetta orðið, en ég vil ekki, við megum ekki vera við megum ekki vera þar. Sko, við erum, sko, vandamáli líka í þessu að við erum að vera svolítið vön svona umfjöllum. Við sem neytendur og sem að förum inn á netið og sjáum hvað í fréttum. Hvað sjáum við í dag með það sem var hérna áður fyrir þegar maður sjálfur í fréttum, sem er orðið kannski 20 ár síðan, að sko árásir á fólk fekk mikla umfjöllun oft, mikla umfjöllun. Í dag er það sko, þú ræðst á mann og nánast drepur hann, þetta er svona smá dálkur kannski einu sinni á netinu og það er ekki meira málið. Og það er ekki meira málið. Við erum orðin vön meira og meira ofbeldi. Og þetta er svolítið ofgulegt þegar maður hugsar út í þetta að með þess að morðmál, þetta tiltekna mál fær ansi mikla umfjöllun og ekki út af það að setja, en sko það er önnur mál sem er morðmál sem hafa komið upp, þess að fólk hefur látist eftir átök eða hvað sem er, eða árásir og þetta var svo mikið þessi mál líka. Þess að fjölga alveg gríðarlega. Það er bara engin umræða þetta. Þetta er svo svakalegt að dobla mannin út í bílinn og byrja bara að berja úr honum lífið, sko. Já, þetta er, mér langar aðeins að tengja þetta við svolítið annað, en þetta er hræðilegt mál og hérna, ég hef reyndar ekki verið að fylgjast með þessu réttarhöldum, ekki haft tíma það, verið upptekinn við annað, en mér langar svolítið að tengja þetta við að það hefur aukist ofbeldi meðal ungmenna og aukin hnífanotkun og aukin vopnaburður og ég hef bara haft áhyggjur af því lengi, þróun sem hefur átt sér stað og við erum svolítið að fylgja Norðurlöndunum. Eins hef ég miklar áhyggjur á og finnst mjög mikilvægt, ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því að við lögðum ríka áherslu á samveru á menninganótt fjölskyldna og vera með börnunum. Eins er ég bara nýbúin að vera að hitta ungmenni sem eru í jafningjafræðslu í hinu húsinu, að vera að hitta unglinga og það hefði gaf út svona minnisblað og töluð sína reynslu, hittu 1300 ungmenni í vinnuskólanum, 13 til 14 bara unga krakka. Það sem að þau hefðu áhyggjur á og vildu koma og segja okkur í skólafólkinu, það er að það var svo margir einangraðir inn í sínum netheimi og er ekki að eiga samskipti við fjölskylduna eða vin í raunheimum. Og þá er náttúrulega hættan að þú lokist inn í bergmálshelli og þú sért, þar eru þarna síðu það sem er verið að sýna ofbeldi og hvað venjastu ofbeldi. Þannig að
og það svo mikilvægt að foreldrar eigi sér samverustundum hvað börnin að gera. Já. Og að því þú lærir samkennd með því að eiga í augnsambandi og vera í samband við vini þína og skiljiði og það hefur mælst að samkennd sé að minnka. Þannig ég held að við þurfum bara virkilega að taka höndum saman sem samfélag og vera með meiri samveru með börnunum okkar og annað sem að þau hafðu líka verulega áhyggjur af að það að ungi drengir eru mjög mikið að hefur aukist fjárhættuspil eru bara mjög margir í fjárhættuspili og þannig að við ég held að við þurfum það eru mjög mörg verkefni sem við þurfum einhvern veginn að vinna saman sem samfélag og auka forvarnir í þessum málum. Herðu svo nákvæmlega okkar í Grænlandi dönsk yfirvöld þau ósátt við það er einhverjir spæjarar frá Trump að kíkja og mæla eða eitthvað þau eru hrædd þetta að þau útiloka allan ekki að hann taki Grænland með vopnavaldi. Ég vil nú að segja, ég hitti Vestnorrænu nefndina, sveitarstjórnarmenn tóku móti þeim í júní, þannig að það var frá Grænlandi og frá Færeyjum og mér brá svolítið það sem þau voru að segja, og jafnvel að vera að bjóða börnum peninga og þannig að ég heyri þetta bara beint. Þessi að kaupa sér svona já, ég svo líka annað sem ég fannst mjög óhuggulegt í dag sem ég heyrði í fréttunum það að það verið að reyna að komast að því hverjir séu á móti Trump verið að fylgjast með okkur að við erum hér að tala erum við að tala fallið Trump skiljið þetta finnst mér svolítið ógulegt. Þetta þú að það ekki vera að fylgjast með okkur? Að Trump hlusta á samstöðum? Ég ekki viss að Trump gerir það persónulega en ég viss að það náttúrulega allstar í heiminu náttúrulega fylgst með umræðu alla skapaða hluti og það fylgst með pólitískri umræðu á Íslandi fyrir Bandaríkjastjórn þetta náttúrulega, það bara segir sig bara sjálft og þannig virkar þetta bara eins og allstar annarstæðar og þannig að það ekkert nýtt í því þegar við kemur að Grænlandi þá held ég að menn megi svona ekki alveg svona stíga hratt og langt í jarðar þessu ég held að samt eigum að gera eitthvað taka þessu léttmyndi ég held að muni aldrei fara að senda her þarna til þess að yfirtaka Grænland ég hef bara nákvæmlega enga tróði Nei. að það gangi svo langt. Þá næsta herstöð herstöð hans í Keflavík minni sig ef hann ætlar að fara á Grænland þá bara kannski bara stjórna frá Íslandi. Maður náttúrulega vill ekki náttúrulega ekki trúa svona vitleysu skilur að það sé alvöru að spá í þetta en það breyti því ekki hann kemur inn í stjórnmálin bæði heima fyrir og alþjóðastjórnmálin eins og fauti á skólalóðinni það sem svo sterkasti ábara ráða ég ræð óháð öllum leikreglum það er svona ótrúlegt að einhvern veginn frétt það að það verið eitthvað rannsaka okkur forseta í Brasilíu sem hún líka vel við og ef hann verið dæmdur þá bara kemur tollur á Brasilíu þetta náttúrulega alveg út úr þetta svo út úr kortinu og það sem mér finnst vera alltaf hættulegast í svona ástandi það eru þeir sem eins og bara maður sér hér á Íslandi á netinu bara ótrúlegast að fólk jafnvel hálfpartinn bara vera ánægt með þetta fautin ráð á skólalóðinu óháð öllum samskiptareglum og þar erum við að byggja undir einhverja vitleysu mér finnst ekki Íslendingar séu á bíli meirhluta sem eru andstæðingar Trump já, en það breyti því ekki að það eru ákveðni aðilar sem að skrifa inn á netið ég ætla ekki að fara að nefna eitthvað í því skrifa inn á netið og umfjallanir það sem við svona hálfpartin eru svona já, bara nokkuð ánægðir með þetta og hann að gera eitthvað sniðugt og
ég skil þetta ekki. Ég skil ekki hvert Þeir eru sínum bergmálsætti. Þú ert líka með sko fullt af einstaklingum á netinu sem eru líka að hrósa Putin og eru að hrósa Netanyahu fyrir það sem hann er að gera. Allt þetta fólk er inn á Facebook og annar staðar sem er inn á og maður sér þetta alveg og lesir þetta stundum. Þannig að það vantar ekkert upp á það að það sé ekki sko þannig að það sé ekki aðilar sem eru styðja þessa aðilar sko. Svo líka það að við sem erum á móti sko það sem er að gerast til þess að Gaza að við séum þá gyðingahatara sem er bara alveg fáránlegt ekki illa við gyðinga en stjórnvöldin í Ísrael þau eru aftur ömuleg sko. Jú, þegar við settum upp og það kom manni líka mjög óvart við vorum náttúrulega búin að vera með úkraínska fána 2 alveg frá því stríðið byrjaði og vildum setja upp palestínska fánan við hliðina og bara hafa þessar þjóðir standa með þeim. Ég meina það var jafnvel við áttum að styðja Hamas og þú veist það ótrúlega orðræða sem að kom manni alveg í opna skjöldu þér að segja sko. Ykkur að segja. Herðu við erum búin að tala saman allan í 1 hálfleik og ég ætla að hleypa næsta atriði að. Ég þakka þér Guðbrandur Stígur, Helga Þórodóttir og Karl Garðarsson. Takk fyrir. Takk. Sökum mér eitthvað annað með rétt eftir. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.